það að gera tilraun á börnum á miðstigi grunnskóla og prófa að gerbreyta lífið þeirra svona, Það er bara bilun. það er mjög skrítið að leggja út í það. Þessum kvíða viðbrögðum nútímans svolítið broslega, eins og á vef Þjóðleikhússins er við hvert leikrit kveikjuviðvörun, að þá er eins og það sé gert ráð fyrir því að fólk sé svo viðkvæmt að þá þola ekki Shakespeare eða eitthvað. Krafan sem sagt algjörlega öruggt umhverfi barna og þau fara ekki út að leika sér það sem er hægt að meiða, það sem er hægt að stífa naglaspýtu eða eitthvað. Er krafa að þau vaxi upp við aðstæður þar sem þau get ekki lært að passa sig. Og löngun til að pakka sér og öðrum inn í bómull, hún birtist stundum í mjög skrýtnum og öfgafullum myndum. Það sé eðlilegt að líta á sig sem ofurviðkvæma. Mér finnst frekar leiðilegt að horfa á fullorðið fólk hendur sand í augunum hvert öðru. Já, mér finnst það reynda líka. Sko. Segjum bara sem byrjaðir. Henda sand í augun á hvort öðru. Hvernig lýsir það sér? Hvernig sér þið fyrir stöðuna? Þú ert Atli Harðarson, þú ert prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Staðan hefur verið svona til umræðu, varðar menntun barna. Mikið áhyggjuefni, sameiginlega hvernig maður lítur á það. Og sama hvaða skoðun maður hefur, þá hafa allir einhvers konar skoðun sem maður áhyggjur einhverju leyti. Hvernig sér þú stöðuna? Hver er staðan í menntakerfinu? Staðan í skólamálum á Íslandi? Já. Það er að minnsta kosti mjög sterkar vísbendingar að ýmsu fari aftur. Bæði heilsu barna, við höfum sem sagt vaxandi fjölda sem þarf lyf við eins og þunglynd og kvíða og áverkun og athyglisbresti, og það eru sterkar vísbendingar það sérstaklega frá PISA-prófum að getu í lestri, getu til að skilja texta fari aftur, og ég tek undir það er grafa alvarlegt mál ef menntun og heilsu barna hrakar. Þú sagðir margir hafa skoðanir. Ég held að það liggi við að of margir hafi of miklar skoðanir. Okkur vantar í rauninni ekki fólk sem getur bara dregið fram úr ermin einhverja patentlaustir af því að því sýnist að þær einhvern veginn blasi við þessi augljósar. Okkur vantar raunverulegan skilning á því hvað er að gerast, og okkur vantar kannski aðeins meira af efagjörnu fólki sem er til í að hlusta á aðra og endurskoða sínar skoðanir. Þegar við sjáum í þessari umræðu svona skotgrafa hernað þar sem sumir bauna og eins og kennarasambandsmenn að það verður bara að hafa samræmt próf, þá lagist þetta, og kennarasambandsmenn sumir segja nei, það er í raun og veru ekki það, þetta er allt saman misskilningur, og þarna fer ekki á stað samtal sem er heiðarleg leita að lausnum og betri leiðum. Já, ég er eiginlega sammála þessu. Ég myndi örugglega flokkast í þann hóp sem er með of miklar skoðanir. En það er örugglega hægt að segja fleiri málefni heldur en bara þetta. En ég sé þetta þannig að það er eitthvað verið að gera rétt í eins og Vestmannaeyjum. Það er eitthvað verið að gera rétt í þeim svona skólum sem hafa tekið upp kvikmyndlistan, og það sem mér hefur svona aðeins farið fyrir brjóst að mér er að það virðist mæta ákveðinni svona fyrirfram svona fordæmingu án þess að kynna sig kannski, og svona ákveðin gagnrýni sem kannski finnst eiginlega ekki eiga rétt á sér, og út af því að það er aldrei farið í málefnið, heldur svolítið farið í mannin. Þá er ég að tala Hermund Sigmundsson, og það er örugglega hægt að finnast alls konar hann, en það er samt ekkert að segja það og þeir sé ekki standa sér vel í Vestmannaeyjum. Og ég hef aðeins skoða þessi Sissi Ali og þessi svona fræði sem eru bak við þessa mentar, Dehaney og fleiri sem eru að nota ákveðna svona þroska sálfræði og svona tauga sálfræði til þess að skoða hvernig krökkum gengur betur. Og eins og segi, að meðan staða þeirra sem eru í Vestmannaeyjum fer upp og upp, þá fer staðan hér, eða þess að höfuðborgarsvæðinu og að landinu öllu niður og niður. Og það kemur þessi skýrsla stöðu drengja að þeir geta ekki lesið til gagns. Það er ekki upp á teiningnum í Vestmannaeyjum.
og ég veldi fyrir mér sko hversu langt, og því eins og ég var að nefna því í byrjun, ég á 2 litla stráka, hversu langt getum við farið í það að vera bara að segja að það sé ekki stað þegar að lestur drengja fyrir niður og niður, á meðan að það er fólk sem er að gera þetta betur en það er einfaldlega ekki hlustað á það. Sko, ég fylgdist í byrjun aðeins með því sem Hermundur lagði til og hans verkefni, og ég held að sumt sem hann sagði sé mjög trúlegt, eins og til að mynda að það sé æskilegt að dagurinn byrja á hreyfingu og það sé hugað þannig að ástandi líkamanns áður en sestir við lestur og reikning og það sem hann segir skiptingu dagsins og fleira, ég held að þetta sé trúlegt, en ég held að við eigum að horfa á þessa tilraun sem verður að gera undir merkjum Kveikjum neistans bara einlægri forvitni, en það er of snemmt að fullyrða núna að þar fari allt upp og annar staðar niður. Við höfum ekki svo tíðar og þéttar mælingar eða svo áræðanlegar mælingar að við getum það, en á næstu árum mun væntanlega koma í ljós hverju þetta átak skilar, Kveikjum neistan, og ég held að við eigum líka að horfa svona jákvæðum augum á þá sem er að prófa að reka öðruvísi skóla. Við höfum hér á landi til dæmis Waldorf skóla með talsveit öðruvísi áherslum, við höfum hjallastefnuna og við höfum skóla út á landi þar sem börnum er kennt saman vegna smæðar árganga og þar sem hlutir eru gerðir öðruvísi, og ég held við eigum að vera miklu meira með augun opin fyrir reynslu sem er aflað vítt og breytt með þessu, og alls ekki slá á puttana á þeim sem prófa að gera hlutina öðruvísi, hvort sem það er í Vestmannaeyjum eða annar staðar, heldur vera hvetjandi og jákvæð, því að við þurfum að prófa að gera hlutina öðruvísi og við vitum ekki núna hvaða tilraunir skila mestum árangri. Eina leiðin er að prófa margt. Það kemur líka neikvæðin, já, og ég er örgulega þetta yfirfæra þá neikvæðinni svona yfir á mig, en það er einmitt það sem er fjallað meðal annars, sem er ástæðan fyrir að við mættum meðal hingað, sem er þessi bók hérna, Anxious Generation eftir Jonathan Haidt, þar sem að þetta er í rauninni ekkert svo frábrugðin bók heldur en svo sem hann skrifaði með Greg Luciano sem heitir Coddling of the American Mind, þar sem hann fjallar keimlíka hluti, en hérna er hann sérstaklega að tala internetið og samfélagsmiðla og ungt fólk. Já. Það er risa breyta í þessu málefni sem við erum til þess að ræða, áhrif samfélagsmiðla. Og ég sagði frá þessari bók í stuttu máli grein sem birtist í Vísi fyrir stuttu, og Jonathan Haidt hann fjallar aðalega í þessari bók skýringar á aukinni tíðni geðrænna vandamála hjá börnum og unglingum, og aðalega tvenns konar vandamála sem eru kvíðaraskanir og þunglindi, en hann víkur líka að námserfileikum, ávirkni athyglisbresti og fleiru. Það er ýmis heilbrigðisvandi sem virðist færast í vöxt hjá ungu fólki, og versnandi árangur eins og á PISA-prófum tengist mjög sennilega þessum heilbrigðismálum, og það sem Jonathan Haidt bendir á er að þetta eru ekki staðbundin vandamál, þetta er að gerast vítt og breytt heiminn, og við heyrum það í umræðinni hér þegar við erum að tala PISA, því að Ísland datt aðeins lengra niður en flestir aðrir 2022, en við höfðum verið svona svipari niðurleið og meðaltal OECD alveg frá 2012 að sem sagt í OECD-löndum þá fer framistöðu barn á PISA-prófum rakandi með hverju prófi frá með 2012, og hann spyr hvaða breytingar í heiminu skýra þetta. Við getum ekki leitað að staðbundnum skýringum á breytingur sem gangi yfir heiminn. Og Jonathan Haidt bendir á að það er tvennt í lífi barna
sem hefur tekið miklum breytingum á undanförnum áratugum. Annars vegar hefur tími barna til frjálsra leikja með öðrum börnum, og þegar ég segi frjálsra leikja þá er ég að meina sem sagt leikja þar sem fullorðin stjórna leiknum ekki og leikurinn hefur ekki ákveðin tilgang. Þú átt að leika þennan leik 10 sinnum til að ná þessari leikni, eitthvað svoleiðis. Heldur bara það að börn leiki sér saman frjálst. Tími til þess hefur farið minnkandi. Og hann tengir það við þennan geðheilbrigðisvanda. Og svo fyrir það byrjum 15 ára síðan, fyrir sem sagt í blálok fyrsta áratugs þessar aldar og í byrjun þess annars, þá verður stór breyting sem eykur enn á vandan, og svo breyting snjalltækin. Að flest börn fá í hendur snjalltæki, skjátími þeirra eykst marga klukkutíma á dag og þau eru mjög mörg stóran hluta dagsins á samskiptamiðlum og hann ræður umræðin fernskonar áhrif þessara samskiptamiðla á líf og heilsu barna og telur að með þeim hafi tími til frjálsra leikja enn minnka því að þau séu með augun á skjánum en ekki að leika sér í hóp og það skýri að miklu leyti að ekki bara geðheilsa heldur líka námsárangur sé í flestum löndum á niðurleið í meira en áratug. Já, hann talar þessi fjögur þessi fjóru þættir sem þú talar eru félagslegt rof eða social deprivation og svo það minnkandi svefnvenjur, sleep deprivation, dreifðu athygli og fíkn. Og þetta með fíknina held ég hlutur sem við eigum að taka mjög alvarlega. Við vitum það að fólk sem hannar svona vélar með skjá hefur fundið leiðir til að gera þær nánast vanabindandi eins og fíkniefni og það hefur verið talað um þetta í sambandi við fjárhættuspil og spilakassa að þeir séu hannaðir til að íta á einhverja takka sem í kollinum á flestum og fólk kannski veit ekki af og það sama fólk sem að bjóða til og taka raunar af fólki stjórn þess á eigin lífi með þessum leimsku fulla hætti. Við vitum við vissum fyrir að það þetta að ræna fólk stjórn á eigin lífi með því að gefa í fíkniefni sem það ánetjast, en það virðist líka hægt að ræna fólk stjórn á eigin lífi með svona sálfræðilegum brögðum sem þeir sem hanna til dæmis spilakassa nota og heldur því fram og vitnar í heimildir því til stöðnings að hönnuðir samskiptaneta þeir nýti svipaða þekking á sálfræði til þess að gera þessa miðla vanabindandi, þannig að fólk eigi mjög erfitt þegar við segjum eitthvað sé vanabindandi þá eigum við að sem sagt einlægur vilji og ásetningur dugi ekki til að slíta sig frá því. Ég er háður sígarettu ef einlægur vilji og ásetningur til að hætta að reykja dugar ekki. Svo finn ég svo kveiki ég samt í, skiljið. Þá erum að ræða fíkn þegar einlægur vilji og ásetningur dugar ekki. Og hann segir að þessi vefusíðu þannig hannaðir að fólk ánetjist þeim í þessum skilningi og gaggrínir það að þessi tegund, ég veit ekki hvað, ég er ekki að kalla þetta fíkniefni, þetta fyrirbæri, börn séu engan hátt vernduð frá því. Við verndum börn, við leyfum börnum ekki að fara inn í áfengisútsölur og við leyfum ekki að kaupa sígarettur en börn á miðstigi grunnskóla hafa óheftan aðgang að þessum vefjum, þó svo að standa eitthvað þar að maður þurfi að vera 13 ára að skrá sig inn þá engin vandi að haka við, já ég er 13 ára þegar maður skráir sig inn. Þú ætti ekki að haka því þá þessi 13 ára, ekki að vera 13 ára. Já, Jonathan Haidt er ekki maður sem er að andmæla nútíma tækni og notkun hennar. Hann er að benda á nokkrar hliðar nútíma tækni sem eru varhugaverðar. Hann er ekki að mæla gegn því að börn noti
tölvutækni í skólum, en hann nefnir sérstaklega 2 fyrirbæri á netinu sem séu varhugaverð, sem eru þessir vanabindandi sem hann segir, samskiptamiðlar sem hann segir að séu vanabindandi og ræni fólk líka svefni og getur til einbeitingar og tíma til samskiptvana fólk, og svo fjallar hann líka óheftan aðgang að klámi sem hann telur að fari illa með marga stráka, sérstaklega, hann nefnir karlkyni sérstaklega í þeim. Flest sem hann segir í þessari bók á jafnt við bæði kyn, en hann í sumum köflum er lögð áhersla á heilsuvanda stelpna eða stráka og hann nefnir klámi sérstaklega í sambandi við vanda stráka, og hann telur líka og hefur svo sem gögn því til staðfestingar að þessi kvíðafaraldur leikur stelpur verri en stráka og hjá þeim byrjar þetta fyrr. Já, þú ert náttúrulega prófessor, þannig að þú þarft að passa þig að segja gögn benda til og fleira því ég var að fara yfir þetta, við gerum þátt sem númer 10, þetta eina bara fyrstu þáttunum sem við gerum í þessu hlaðvarpi, gerum hann árið 2019, ég held að hann hafi komið út einhvern tímann 2020, þar sem við fjöllum samfélagsmiðlana og við þurfum náttúrulega að horfa á þetta svolítið í því ljósi að eins og þú segir, það ekkert annað sem getur bent til þess sem að skýrir það af hverju geðheilsa ungra barna hafi farið svona mikið hrakandi önnur en þessi breyta. En þessi breyta líka svo áhugaverð út af því að við fórum úr því að vera nánast ekkert í símanum okkar að undanskildu því að vera SMS-ast eða senda einhver skilaboð eða í versta falli Snake, eins og það heitir leikurinn, í það að hafa afþreyingu sem að batt okkur og okkar athygli í rauninu svona 33-50% af okkar vökutíma. Já. Það náttúrulega ekki bara einhver breyta, það bara einhver svona alhliða breyta sem að veldur því að þessi breyting á lífi ungs fólks er gríðarlega mikil. Hún hefur áhrif mjög stóran hluta sólarhringsins og ég held að alveg sama hvað fólk annars heldur samskiptatækni nútímans, það að gera tilraun á börnum á miðstigi grunnskóla og prófa að gerbreyta lífið þeirra svona, það er bara bilun. Það er mjög skrítið að leggja út í það, mjög skrítið að þora það, og það er líka þetta með minni tíma til leikja sem ég held að sé ekki síður mikilvægt atriði. Við vitum það að alla tíð hafa börn sótt í að leika sér, og ef þau hafa haft tækifæri til þess, ef þau hafa ekki verið neitt til að vinna langan vinnudag eða einhvern veginn þvinguð í annað, þá leika þau sér saman, og þetta er sjálfsbrottið. Við þurfum ekki að láta börn leika sér, við þurfum einfaldlega að láta þau í friði innan önnur börn og þá fara þau að leika sér, og leikurinn er leið barna til þess að læra alls konar lífsleikni, og Jonathan Haidt skýrir þetta vel, og það er líka til mjög skemmtilega og athyglisverð bók eftir Peter Gray sem heitir Free to Learn, þar sem er fjallað og hún er eitthvað 10 ára gömul, þar sem er fjallað það hvernig börn læra eða lífsleikni frjálsra manna í gegnum leik. Þau læra gegnum leik að setja sínar eigin reglur og hafa svona sans á að framfylgja þeim af heilbrigðri skynsemi, vita hvenar á að standa á sín og hvenar á að vera sveigjanlegur, hvenar á að taka tillit, og þau læra að vinna saman, þau verða að minna sjálfhverf, og þau læra þetta sem við getum bara að kalla lífsleikni frjálsra manna, að geta sem sagt tekist á við þetta hversdagslega hnjask sem fylgir venjulegu lífi, og í leikjum þá kemur upp ágreiningur, það kemur upp að einhver sparkar í eitthvað eða hendir sand í augun á einhverjum, og fólk þarf að semja sátt, fólk þarf að ráða fram úr þessum hversdags vandamálum mannlífsins, og Haidt segir, ef börn fá ekki nægan tíma til að leika sér, þá læra þau það ekki, og þegar þau svo lenda í þessum hversdagslegu vandamálum mannlífsins, þá verða viðbrögðin mjög kvíðablandin, því að þau hafa ekki lært í gegnum leik
að takast á við þetta venjulega mótlæti sem fylgir venjulegum samskiptum. Þetta einmitt það sem hann talar í sambandi við safetyism og helicopter parenting. Já, að hafa að stjórna börnum hverja vökustund, skipuleggja hverja vökustund og hann kennir ekki bara skólanum skólinn hefur lengst, skipulag tómstundastarf hefur lengst, borgarskipulag víða þannig að það erfitt fyrir börn að fara bara út dyrnar á heimili sínu og finna önnur börn sem staðar ekki þetta að komast neitt nema yfir hættulegar umferðargötur og svona, að það hefur verið sótt að þessum frjálsa leik úr ýmsum áttum með því að gera börnum erfiðara að ferðast fótgangandi á reiðhjóli nálægt heimili sínu, með því að lengja skipulegan tíma og með því að foreldrar reyni að vera með börnum sínum þann litla tíma sem eftir þegar það sem stofnanirnar skólinn og frístundin og íþróttafélögin og fleiri hafa tekið sitt og reyna þá að búa til einhverja skipulega stund þá með foreldrum og börnum í staðin fyrir, ef það lítill tími eftir, leyfa þá börnunum að leika sér við önnur börn. Og hann gerir sér grein fyrir því að vinda ofan af þessu, að gefa börnum aftur drjúgan hluta dagsins til að leika sér saman, og ég að tala drjúgan hluta dagsins, 4 klukkutíma ekki eitthvað kortis frímínútur, að gefa börnum aftur drjúgan hluta dagsins til að leika sér saman, það ekkit einfalt í nútíma samfélagi, foreldrar sem búa eitthvað staðar þar sem yfir umferðargötu að fara þegar komið út dyrnar á heimilinu, senda barnið sitt ekkit út ef engin annar krakki úti. Það bara í sumur löndum bara einfallega bara náði lögreglega barnaverndaryfirvöld og þau kært fyrir vanrækslu. Ég held að við séum ekki alveg komið þangað á Íslandi, en einstakur pabbi, einstak mamma leysir þetta ekki, segir hætt. Það þarf samantekin ráð. Við þurfum stjórnvöld, skólar, foreldrar þurfa að standa saman að gefa börnunum aftur tíma til að leika sér, og eitt sem hann leggur til sem ég held að sé í rauninni mjög athyglisvert, það að nýta stofnanirnar, nýta skólan og frístundina til þess, það að segja láta hluta af deginum þar sem börnin eru í þessu umhverfi, þar sem eru fullorðnir í kallfæri, láta hluta af þeim degi fara í algjörlega óskipulegt og byrjulegan og marklausan leik. Já, ég nefnilega líka svo ég fór skjóta inn í út að við útskýrum ekki þessi hugtök. Safety sem sagt að þú ert búin að skapa þannig umgjörð barnið þitt að það getur ekkert komið fyrir, það getur aldrei orðið fyrir neinu hnjaski, getur aldrei orðið fyrir neinu sem að getur einhvern veginn jafnvel skaða tilfinningar þeirra. Bara búið að taka allt úr umferð og að þú skapir sterkan einstakling með því að hann verði aldrei fyrir neinu. Og Jonathan Haidt telur að þetta sé algjört hrakvar. Já, og við þurfum hann tekur skemmtilegt dæmi af trjátegundum sem þróa ekki sterkt rótarkerfi nema að verða fyrir svolítið vindálagi við og við. Þannig ef að tréð fær fullkomið skjól, þá verður það rótlaust. Og ég kann ekki ná í líffræði til að meta það hvort að þetta er rétt, hvort að hann fer þarna rétt með búvísindin og skógræktarfræðin. En hann segir börn eru eins. Ef þau verði ekki fyrir hnjaski, ef þau þurfa ekki verði ekki fyrir til dæmis ósætti í leik, þar sem einhverjir 6 ára sparkaði hendasandi eða gera eitthvað ef þau verði ekki fyrir hnjaski, þá öðlast þau aldrei þann styrk sem þarf til þess að takast á við venjulegt líf, bara þetta óhjákvæmilega hnjask sem fylgir venjulegu lífi. Maður fær verkefni í skóla sem maður veit ekki hvernig á að leysa, maður að falla á tíma með eitthvað, það bara þetta venjulega hnjask. Og ef við lærum ekki í leik að ef að leikurinn styrkir okkur ekki, þá bregðumst við seinna við þessu venjulega hnjaski með einhvers konar kvíða.
og sem við komumst ekki út úr. Þröskuldurinn af því hvað telst til kvíðavaldandi atburðar verður svo rosalega lár. Þannig að jafnvel ef þú lendir í einhverju rosalega. Ég er náttúrulega orðið svo gamall að í mínum augum er sumt af þessum kvíðaviðbrögðum nútímans svolítið broslega, eins og á vef Þjóðleikhússins er við hvert leikrit kveikjuviðvörun. Ekki láta mig byrja á því að þá er eins og það sé gert ráð fyrir því að fólk sé svo viðkvæmt að þá þola ekki Shakespeare eða eitthvað. Það er algjörlega galið. Og kvíðasjúklingar eiga alla samúð mína og það er fólk sem sagt glímir við felmtursraskanir, ofsakvíða og sem sagt við þennan mjög svo erfiða sjúkdóm. En það virðist einhvern veginn vera að nú sé gert ráð fyrir því að þetta sé svona bara eiginlega ástand flestra. Er ekki bara búið að aumingjavæða Ísland? Þetta er ekki ef þetta væri bara Ísland þá gætum við í rauninni leyst vandan með því að gá bara hvernig hinni gera það og gert svo eins. En þetta er ekki bara Ísland, þetta er heimur. Já, en ég meina en það hafa líka bara verið að gerða rannsóknir á því, þú ert að tala um það sem heitir trigger warning. Já, það er kallað trigger warning á ensku, heitir ekki kveikjuviðvörun á vef Þjóðleikhússins, ég held það. Ég þekki það ekki. En við vitum allavega að rannsóknir bendir til þess að slíkar kveikjuviðvaranir hafa neikvæð áhrif jafnvel á þá hópa sem eru helst til þess fallnir að verða fyrir einhvers konar kveikju eða trigger. Já. Þannig að þetta er alveg rosalega einkennilegt og þetta kemur svolítið inn á það sem við erum búin að vera að ræða í sambandi við þröskulda og skólakerfi reyndar í heild, að ef við verum að fara að gera ráð fyrir því að allir séu að fara að verða fórnarlömb slíkra kveikju neista, þá erum við örugglega að fara að búa til fleiri einstaklinga sem að þurfa á því að halda. Já, fólk lagar sig á því sem er normið í kringum það er, en áfram með frjálsa leikin. Jonathan Haidt segir og Peter Gray segir og fleiri sem hafa rannsakað leiki segir, sem leikurinn ríflegur tími barna til frjálsra leikja með öðrum börnum, það færir þeim þann styrk sem þarf til þess að takast á við það venjulega hnjask sem fylgir venjulegu lífi. Og þessi og hann er að tala um þetta í sambandi við geðheilbrigðismál. Bókin er í raunar orsakir þess að fleiri og fleiri veikjast af þunglyndi og kvíðaröskunum. Hann er náttúrulega sálfræðingur, prófessor. Já, en þetta er ekki bara heilbrigðismál, þetta er líka menntamál. Við erum hvernig á ég að orða þetta? Skólakerfi nútímans krefst þess, eða menntamála yfirvöld krefjast þess að skólastarf sé skipulagt út frá hæfniviðmiðum, að hvað eina sem gert í skóla hafi þann tilgang að nemandinn öðlist eitthvað tiltekna hæfni, og við höfum semst að hæfni miðaðan skóla, og það er ekkert rangt við það að reyna að byggja upp hæfni á ýmsum sviðum, hæfni að tala erlend mál, hæfni að reikna, hæfni að smíða og svo framvegis. Það er bara gott, en þetta er einsýni. Menntun snýst ekki bara um hæfni, hún snýst líka um gott siðferði að byggja upp, og siðferði er ekki hæfni. Ef ég keyri hnefann í andlitið á öðrum manni, þá er það ekki vegna þess að mér skorti hæfni til að hendur í vössum. Mér skortir eitthvað annað en einbera getur til þess. Og skólakerfi snýst líka um að byggja upp heilbrigt líf. Þetta hét hérna í gamla daga þegar meðan Andi ungmennafélagana var sveifa enn yfir skólanum, heilbrið sál í hraustum líkama. Auðvitað snýst menntakerfi líka um þetta. Og svo er ein hlið á menntun eins og hún hefur verið hugsuð í okkar heimsluta og sennilega víðar aldir. Menntun er líka til þess að byggja upp, að færa fólki frelsi, að menn öðlist frelsi gegnum menntun. Þeir öðlist gegnum menntun
getu til þess að ráða sjálfir ráðum sínum, komast að skynsamlegum niðurstöðum hvað skuli gera og breyta svo í samræmi við það. Og ef við horfum á heildstætt á menntun sem byggir ekki bara upp nytsamlega hæfni til starfa, heldur líka gott siðferði, heilbrigða sál í hraustum líkama og frjálsa menn, þá fáum við kannski svolítið aðra sýn á það hvað skólar eigi að gera. Þá sjáum við skóla ekki lengur sem hæfnimillu, þar sem hver stund skóladagsins er til þess að vinna að einhverjum hæfnimarkmiðum. Til þess að byggja upp heilbrigðið þarf einmitt leik sem er raunin marklaus. Börn sem fara út í snjókast gera það ekki til þess að fá sterka handleggsvöðva, þau eru bara að leika sér. Það er marklaust. Menntun sem byggir upp getur til að byggir upp lífsleikni frjálsra manna, geturna til þess að ráða ráðum sínum, miðla málum, kunna sér hóf, semja sátt við aðra. Hún verður til í leik en ekki með því að keyra fólk áfram í átt að einhverjum hæfniviðmiðum. Þannig að ef við horfum svona breytt á menntun, þá ættum við að taka undir með Jonathan Haidt, hluti skóladagsins á að vera skipulagður til þess að fólk kunni reikning, kunni lestur. Hluti skóladagsins ætti kannski bara að vera algjörlega frjáls leikur, þar sem fullorðna fólki setur börnunum ekki markmið, heldur bara leyfir þeim að leika sér. Já, og í kallfæri ef eitthvað svo alvarlegt kemur upp á að þá þurfi að ná í fullorðin. Og þá þurfum við líka sætt okkur við það að í þessum skóla geta börn orðið fyrir hnjaski. Ég var fyrir norðan í fríi núna rétt áður en að við byrjum að taka upp og þar var ég með 2 ára son minn. Ég hleypti honum bara út og maður kíkti á hann við og við, en við vorum á svona bóndabæ, það fullt af dóti sem hann hefði getað meitt sig á, en hann var þannig með 9 ára frænku sinni og ég leti bara óafskipt og ég hafði þetta rosalega mikið í huga, þegar ég var að lesa bókina samhliða, að það getur eitthvað komið upp þar sem að ég þarf að veita því athygli, en ég einhvern veginn hugsa að fórnarkostnaðurinn af þeirri áhættu er miklu minni heldur en fórnarkostnaðurinn af því að ég sé þegar hann að vefja hann í bómull. Já, þetta sem Haidt kallar safetyism gengur svo langt að það dregur úr öryggi barna. Auðvitað ég mun auðvitað aldrei mæla gegn einhverju sem ver börn gegn alvarlegum áverkum og slysum. Myndi aldrei mæla því bót að barn væri á reiðhjóli að hans að hafa hjálm eða sæti í bíl að hans að vera í öruggum barnabílstól eða það er lítið. Ég er ekkit að mæla bót neinum glannaskap. Nei, það er líka ljóst. Mér finnst en barn á að geta klifrað upp í 3 metra hæð og þá að geta hoppað yfir eitthvað sem hægt er að detta og þegar börn gera það þá auðvitað við og við meiða þau sig eitthvað smá. En í bókinans Peter Gray, Free to Learn, þar er athyglisverð tölfræði áverka og slys á börnum í Bandaríkjunum, þar sem benda til þess að slys í algjörlega frjálsum leik séu fátíðari sem sagt per svo margar klukkustundir af því athæfi séu fátíðari heldur en í skipulegum íþróttum. Og við vitum vel að í skipulegum íþróttum verða meiðsl, fólk meiðis í fótbolt og svona og við lifum við það vegna þess að við teljum að ávinningurinn sé meiri en tjónið og sem betur fer eru flest íþróttaslys svona eitthvað sem fólk kemst yfir en krafanum sem sagt algjörlega öruggt umhverfi barna og þau fara ekki út að leika sér það sem er hægt að meiða sér, sem er hægt að stífa naglaspítið eða eitthvað. Er krafa að þau vaxi upp við aðstæður þar sem þau get ekki lært að passa sig. Hún er það líka, því að það er ekki hægt að læra að passa sig nema í umhverfi þar sem er hægt að verða fyrir einhverju. Við verjum börn gegn hættu á
alvarlegum slysum en að verja börn gegn því að fá við skrá með marblettu kúlu, ég held að þetta sé bara það sé ekkit gott fyrir þau og að verja börn gegn því að leikfélagar segi við eitthvað ljótt við þau eða þau lendi í deilum og rifrildum eða ég held að það sé heldur ekki það er ekki leiðin til að byggja upp sterkt fólk. Hefur þið séð myndina Bubble Boy? Nei, það er svona mynd móður sem hefur svo miklar áhyggjur af stráknum sínum að hún sannfærar hann það að hann sé svo mikið, mér minna að sé bara ofnæmi fyrir öllu og engu að hún í rauninni bara passar, hún bara vefur utan kúlu innan heimilinu og ég held við og ég lands bara að klára það því að sko það sem þetta segir okkur svolítið sko er að Bubble Boy myndin er eitthvað sem að lýsir ákveðinu svona hugarástandi held ég mjög margara foreldra sem byggir því að maður hefur það miklar áhyggjur af barninu sínum, maður vill svolítið vita hvar það er öllum stundum, setja GPS, trakkar á það og fleira því líkt og síminn í rauninni veitir foreldrum ákveðið vald til þess að koma þessum kringumstæðum bara, og að raungera þessa kringumstæðar sem að búin að koma krakkanum hann er með símann, skilur, ég veit á honum inn í herbergi og þar alveg líður mér miklu betra þó svo að þetta séu kannski 6-7 klukkustundir sem að krakkinu inn í herbergi og er bara að skrolla TikTok eða eitthvað og þetta er einmitt það sem Jonathan Haidt talar í upphafi bókarinnar þar sem hann sko búin að segja að við erum farin frá þessu svona play-based eða svona leikjabundin æsku í svona skjábundna æsku eða svona phone-based og þarna spila öryggisfíkn foreldrana og snjalltækin saman og þetta er sumstaðar að verða held ég nánast óhugulegt. Ég var síðasta haust í heimsókn í bandarískum háskóla, þeir kallaða college, þetta er háskólið þar sem fólk fer eftir menntaskóla 18 til 22 ára og þar var mér sagt það að meirihluti nemenda þar samþykti sem sagt að foreldrar þeirra hefðu aðganga því í farsíma hvar þau voru staðsett öllum stundum og þau eru samt strangt ekki fullorðin, þau eru 18 ára það er galið og þá gangast þau inn á þetta sko að pappin eða mamman sé svona hálft í hvort að passa þau eftir að þau eru komin á heimavist í háskóla langt frá heimili og ég held að þetta öryggisbrjálæði nútímans og þessi sko löngun til að pakka sér og öðrum inn í bómull, hún birtist stundum í mjög skrýtnum og öfgafullum myndum. Ég er svo óheppinn að ég þoli alla sortir af mat, mér verður ekki illt af neinu og þá maður nánast eins svo undarlegur því að það eru flestir að reyna að porra upp sko að þeir þoli nú ekki laktósa eða glútín eða þetta eða hitt sko ég býst við að ef maður færi í að leita þá fyndi maður hugsanlega eitthvað sem maður yrði fyrir einhverjum óþægjendum af en hvers vegna í ósköpunum ekki að segja bara já takk sama hvað er í matinn nema maður sé sko svo óheppinn að vera með eitthvað sjúkdóm þannig að manni verði bara mikið illt eða mikið veikur erum við eitthvað þangað komin að það sé eitthvað eðlilegt að líta á sig sem ofurviðkvæman að þurfa viðvörun áður maður fyrir þjóðleikhúsið og þurfa innihaldslýsingu áður maður stingur matabita upp í sig. Nei, ég meina ég skil þetta ekki. Ég skil ekki hvernig, og líka sko, ef við tökum þetta aðeins lengra og hugsum sko hvernig samfélagsgerðin verður eftir 50 ár. Er samfélagsgerðin að fara að verða þannig í stakk búin að hún geti viðhaldið bara, þarf að tala sko grunnstóðir eins og lýðræði og stofnanir og fleira, ef að allir eru vafðurinn í bómull og geti ekki tekist af henni en aðstæður. Það er bara, ég veit að þetta er hljómar eins og ég sé að gera grín að þessu, en ég er ekki að grínast. Og ég veit ekki hvort að, ég veit ekki hvaða áhrif það hefur á samfélagsgerðina ef að tíðni eins og kvíðaraskana, þunglyndis og fleiri
fleiri gerðarna vandamála ef hún eykst og eykst, ég held að það sé svo sem ómögulegt að segja en Það er ekkit ómögulegt að segja samt. Já. Það er nokkuð fyrirsjáanlegt að þá erum við komið miklu verra samfélag. að ég held að minnstakosti ef við getum eitthvað gert til þess að endurvekja menntun sem er ekki bara til þess að gera menn hæfalli starfa, heldur til að byggja upp heilbrigðarsál í hraustum líkama, kenna fólki að vera að lifa sem frjálsir menn og gefa fólki styrk. Þá, ef það er eitthvað sem við getum gert til þess, þá eigum við að gera það og ég held við eigum að taka menn eins og Jonathan Haidt mjög alvarlega og til að mynda þessa tillögu hans að heimur fullorðina, sem sagt, ríkisvald, sveitarstjórnir, skólar, foreldrar taki höndum saman að færa börnum aftur tíma og pláss til frjálsra leikja. Þetta er ekki bara spurning um tíma, þetta er líka spurning um pláss. Í borgarskipulagi nútímans er sumstaðar svolítið, skipulagi gerir börnum sumstaðar svolítið erfitt að fara út að leika sér. Að það þarf að vera hægt að komast frá heimili á stað þar sem margir krakkar safnast saman og það þarf að vera hægt að gera það á þess að leiðin sé oflöng og hættuleg. Já, ég er sammálaður að hluta, ég bara hef enga, ég held að aðkoma hins opinbera sé minni heldur en mér finnst þú hljóma út af því að ég held að þetta sé miklu frekar eitthvað svona menningarlega, ég meina það þarf til dæmis að vera álitið sem eins og þú sért að stinga sígarettu upp í barnið þitt eða þú lætur það hafa snjallsíma fyrir ákveðin aldur og ég held að þetta þurfi að vera það fólki ljóst að ef þú ert að láta ungan krakka hafa snjallsíma að þá ertu að eyðileggja fyrir krakkaðinum til þess að þú fáir smá hugaró. Já, fólk notar gjarna spjaldtölvur og snjallsíma til þess að fá svona frið fyrir krakkanum. Hefurðu farið til Tenerife? Ég fór þangað. Nei, ég hef nefnilega aldrei farið til, ég er einn af þessum örfá sem hefur aldrei Tenerife. Þá verði ég að segja þessu. Þetta er örugglega ekkert bundið við Tenerife. Ég er ekki að grínast, það er fólk sem er með sér útbúna búnað fyrir spjaldtölvur og svona sem að lætur skjái fyrir framan börnin sín þegar þau fara út að borða og þetta er það rosalegasta sem að ég hef á ævinni. Eiga börnin ekki að borða líka? Nei, á meðan að biðja eftir matnum þá er það að kaupa þér hugaró með því að stinga einhverjum spilakassa fyrir framan barnið þitt. En fólk gæti tekið með þessi spilastokk og fara bara í Olsen við krakkana á meðan löngu vilsu. Það er bara svo mikil vinna, Fólk nennir ekki að vera foreldrar lengur. Það er mikil vinna að eiga barn sem líður illa og það er minni vinna að eiga barn sem líður vel, ekki satt. Og ef að það er rétt sem Haidt segir að þessi aukni skjátími búið til hjá börnum djúpa og alvarlega vanlíðan eins og fylgir kvíðaröskunum, þá held ég nú að svona langtíma vinnuspartnaður foreldra sé nú kannski ekki mjög mikil, en ég hef svo sem ekki mikla reynsla því að vera með ung börn í sólarlandaferðum. Ég var þó með barnabarn með mér í sólarlandaferði í fyrra og þar fundum við veitingastaði 1-2 sem voru með rólur, ellum, öllu klifrugrind eiginlega inn á lóðinni og það bara var miklu auðveldar að bíða eftir matnum með það. Er ekki svoleiðis staði líka á Tenerife? Jú, það er alveg til en það er samt sem áður, þetta er alltaf fyrir hendi. Ég meina, ég var sjálfur með lítinn strák, maður bara lappar og skilur, þetta er alveg, hann verður svolítið pirraður. En þetta með hvað á ríkið að gera, hvað á skólar að gera, hvað á foreldrar að gera. Mér finnst ekki trúlegt að foreldrarnir einir geti breytt miklu án þess að stofnanir samfélagsins
leggið í lið. Sko það er til að mynda eins og með snjallsímana að vera eina foreldri barns í bekk sem segir nei, þú mátt ekki hafa snjallsíma gríðarlega erfitt ef að til að mynda sko líf hinna barnanna að miklu leyti skipulagt í gegnum samskiptavefi, þá maður að láta sitt barn verða algjörlega útundan og til hliðar. Það svona soldið eins og sko að vera vera þegar fólk var að byrja að vinna gegn mikilli áfengisneyslu barna og unglinga. Það var ekkit auðvelt að vera eina foreldrið sem bannaði barninu sína að fara á einhvern stað eða vera með í einhverju að því þar yrði fyllir í. Það þurfti einhver samantengin ráð og það varð samstæða þeirra sem standaði skipulegum af félagslífi barna, stjórnenda framhaldsskóla og það svona þeir sem keyptu brennivín fyrir börn voru meira og meira litnir hornauga og svona einhvern veginn dró úr þessu og það voru samantekið ráð, það var samstæða margra afla í samfélaginu að vinna gegn drykkjuskap barna og unglinga sem betur fyrir tókst. Ég hugsa að ef farsíminn vandamál af þeirri stærð sem Jonathan Haidt segir og sem mér þykir reyndar vel trúlegt að það sé ég held sem miklu verið en áfengið var þá tilhneigingu til að trúa því sem hann segir að farsíminn sé einmitt verri en brennivínið og tóbakið sem lýðheilsu vandi hann sé sem sagt og þá nokkuð langt til jafnað sko. Ef svo þá þarf held ég samantekin ráð sem sagt fræðslu yfirvöld, skólar og það þarf pressu frá löggjafa. Það til dæmis mjög skrítið að þeir sem selja athygli barna, sem sagt aðilar eins og TikTok og Instagram og Facebook selja athygli okkar, að þeir hafi algjörlega óheftan aðgang að börnum. Við höfum gert ýmislegt til að þeir sem selja til að mynda brennivín hafi ekki algjörlega ótakmarkað aðgangabötnum. Við krefjumst þess að afgreiðslumenn í áfengisverslunum biðji fólk persónuskilríki ef það lítur út fyrir að vera svona mögulega undir aldri, en það engin pressa á þessi fyrirtæki að krefja fólk sönnun á aldri þegar það skráir sig á samskiptamiðla og sú pressa verður ekki til nema löggjafar heimsins hjálpi til við að búa hana til. Nei, ég kannski aðeins komnir hann á ákveðin hugmyndafræðilega nágreining. Sko ég held að þetta þurfi fyrst og fremst að verða bundið við frelsi einstaklingsins til þess að takast á við þetta en að vanda sjálfur. Ég hef ekki mikla trú á aðkomu hins opinbera og ég held líka sko því við tölum núna alveg búin að tala um börn, ég held þessi líka vandi hjá fólki sem fullorðið. Ég meina við bindum allan okkar veruleika við það hvað öðrum finnst okkur. Við speglum okkur bara í þeirri ímynd sem aðrir hafa á okkur. Þess vegna getum við ekki farið upp á esjuna á þess að birta því mynd, við getum ekki eignast barn á þess að birta því mynd. Ég vil mér fjalla það að þú eignast barn og birtir mynd af því á Facebook og fær bara 4 like að þá sko búið að taka ákveðna hamingju af því að þú hefur eignast barn út af því að þú til þess að fólki eitthvað í nöp við það að þú setja að fjölga þér. Sko, sko ég held ég deili þeirri skoðun sko, ég hef ekkit mjög mikla trú á því að ríkisvaldið geti látið líf okkar verða gott, en ég held samt að í sumum tilvikum sé þörf fyrir samstillt átak og eitt sterkasta aflið í nútíma samfélagi ríkisvaldið og við Jonathan Haidt bendi til dæmis á það að það hafi gengið illa að hemja sígarettureykingar barna þangað til sjálfsalar í opnum rýmum sem allra vegna voru einfallega bannaðir og
og gert það skildu að sem selja það sígarettur yfir afgreiðsluborð þar sem afgreiðslumaðurinn sá hvort að kaupandi var barnið eða fullorðinn. Og þetta er náttúrulega svolítið flókið með frelsi einstaklingsins, sko. Mér er ákaflega and frelsi, en það sem rænir okkur frelsinu er fleira en valdboð. Valdboð getur, ef að frelsi okkar er það að fá sjálfa ráðum okkar, fá sjálfa að komast að skynsamlega nota okkar eigið vit til að komast að niðurstöðum hvað við gerum og gera það. Það er að vera frjáls. Það er að ræna okkur þessu frelsi á mjög marga vegu með því að banna okkur eitthvað sem við viljum gera, með því að setja okkur á ýmsanhátt stólinn fyrir dyrnar, en eitt af því sem rænur okkur frelsinu er sko fíkn, árátta og ýmis vanheilsa sem kemur í veg fyrir að við getum framkvæmt áform okkar. Og þess vegna held ég sko í flestum samfélögum sem leggja áherslu á frelsi einstaklinga eru einhverjar hömlur við sölu á því sem rænir fólki frelsinu með þessu móti, sölu á til að mynda fíkniefnum. Og þessar hömlur eru yfirleitt búnar til með löggjöf, að sumuleyti líka með almenningsáliti. Þegar ég var úrlingur þá var almenningsálitið ekkit ákaflega fjandsamlegt þeim sem brugguðu landa og seldu börnum. Og þetta fór fram auðvitað til hliðar við lög og rétt hvort sem var, þannig en svo breytist það og almenningsálitið snerist mjög gegn þeim sem þetta gera. Þannig að menn gátt ekki lengur gert það bara svona fyrir opnum tjöldum allavega. Þannig allt í lagi, stundum virkar almenningsálit betur en lög, en stundum þarf líka lög og Já, ég tel alveg að, sko, en svona í flestu tilfellum tel ég að fólk eigi að fá að taka heimskulegar ákvarðanir og bera þá bara ábyrgð á eigin gjörðum. En ég har alveg rétt samt, sko, ég meina það er einhver lína hann. Við getum ekki sem sagt að við viljum að fólk komist sjálft að eigin niðurstöðu og fá að framkvæma hana og sagt svo nema niðurstöðans í heimskulega, vegna þess að sko að fólk verður að fá að láta á það reyna, og stundum er það þannig að það sem mér finnst viturlegt tel ég einhver aðrir heimskulegt, og þá er eina leiðin bara láta það koma í ljós. Já, það er einmitt sko eins og ég er ég vil líka stilla eftirliti og afskiptum í hóf, og þar komum við kannski að öðru sem tengist menntamáli. Því vorum tala um menntamáli en ekki ríkisvaldið og frelsi einstaklingana. Sko eitt af því sem vinnur gegn því að skólinn verði góður staður fyrir öll börn, þar sem þau ná alhliða þroska, fá tækifæri til að þroskast af leik, þar sem er lögð rækt við heilbrigðasál í festum líkama og líka hæfni til starfa og getu í alls konar greinum. Eitt af því sem kemur í veg fyrir þetta er þessi vaxandi tilhneiging til þess að regluvæða, fylgjast með, stjórna í smáatriðum því hvað gert í skólum. Hluti af lausninni er að gefa hverju skólasamfélagi meira frjálsræði hvað það gerir, þar sem einfallega stjórnendur, kennarar, nemendur og foreldrar geta talað sér saman hvað gera skuli í skólunum, en það komi ekki eins og núna einhver 1000 hæfniviðmið fyrir grunnskólan í aðalnámskrá og svo kröfur að þau séu einhvern veginn tékkuð af og það sé sífellt andað ofan í hálsmálið á